Graðhestar eru yfirleitt afar viljugir og fjörugir og ekki á færinum að góðra knapa að sitja þá. Málin vandast enn frekar þegar þeim er riðið berbakt. Á Íbishóli rétt ofan við Varmahlíð búa Elisabeth Jansen og Magnús Bragi Magnússon með mörg hross. Þeirra á meðal er graðhesturinn Óskasteinn en hann lætur einstaklega vel að stjórn. Óskasteinn hann er undan Huginn frá Haga og Ósk frá Íbishóli. Það var hrissa sem að var. Við ræktuðum hérna og var hérðan og hann er bara búinn að vera mjög sérstakur svona í allri meðhöndlun bara frá upphafi. Verið voðalega ljúfur og skemmtilegur og sannaði það svo skemmtilega þegar hann fekk 10 fyrir vilja og geðslag sem var mjög gaman að því. Er hann ekki einn hæstdæmdi hestur í heimi, svona einn af þeim í úrvalsflokki fyrir einmitt geðslag? Jú, náttúrulega hann er á toppnum þarna í geðslagi. Mammans var með 9,5 og pappans var með 10 og hann var fyrsti hestur í veröldinni sem hefur farið í 9,5 fyrir tölt og 9,5 fyrir hægt tölt og skeið og svo fekk hann 10 fyrir vilja og geðslag í sömu sýningu. Þannig að það var mjög gaman að því. Það sem vakti athygli mína var í raun og veru það að þú getur riðið honum berbakt og ekki með, þú ert ekki með neitt taum, þú ert bara með band. Hvernig fer það þessu? Það er nú svo, við höfum aldrei þurft að æfa neitt eiginlega það sem við höfum ætlað að gera. Ef okkur dettur í hug að gera eitthvað, þá bara gerum við það. Hann er bara svona, honum er alveg sama hvað maður gerir. Hann tekur bara þátt, ég er bara hérna og hvað viltu? Hvernig talið þið saman? Ég veit það eiginlega ekki, við bara tjáum okkur svona eins og við viljum. Hann er mjög skemmtilegur, hann er svo veðurglöggur líka. Að hann fær oft að vera á þessu túni hérna fyrir ofan og á morgnana ef hann fer út og vill ekkert vera úti þá kemur brála veður. Já, hann er svona næmur. Já, og svo er hann stundum úti í leiðinda veður og þá bara batna veðrið. Þetta er alveg sérstakur gripur. Ja. En hvernig þurftur að þjálfa hann mikið til þess að ná því að ríða á honum svona eins og þú gerir? Þetta er nú graðhestur, við skulum halda því til haga. Já, það var nú bara, það byrjaði nú bara svona, þegar maður er að ná í hann út í haga og fara heim, þá hoppa maður bara á bak og fer með honum heim og svo bara höfum við gert þetta. Þetta er nú ekkert búið að gera þetta mikið, við höfum bara gert þetta svona gann okkar ef við erum eitthvað í stuði, sko. Er þetta alveg einn hugur, manns og hest? Það er mjög mikið þannig. Það er þetta er mjög sérstakt hvernig þetta er það líka, sko. Hann er svona ákveðið degraður og hann fær að vera líka með aðeins skoðanir og við svona spjöllum saman svona hlutina. Gerum þetta bara svona saman. Hrossaræktun á Íbishóli hefur verið mikilli sókn og áherslan lögð á gangmikil hross, rúm, mjúk og hágeng. Frægasti hestur fæddur á Íbishóli er Fengur en hann varð heimsmeistari í tölti í Þýskalandi árið 1999. Ég veit ekki hvort mann er svona kröfuharð á sitt eigið. Við erum oft að rökraða einmitt svona sérstaklega útlitið. Mér finnst hann ekki eins fallegur og hann en það er náttúrulega bara eins og er. En hæfileika sér sko, það sem hann er að gera í reið og ríða á honum og vinna með honum, það er alveg einstakt sko. Það er það sem okkur finnst, kannski við erum sammála að það er svo skemmtilegt sérstaklega sko afturfótarsporið í hann. Svo mjúkan gang í hann og náttúrulega með allan gang, mikið skeið og rosalega mikið tölt og frábært brokk. Og það er ofsalega gaman að ríða. Þannig að hæfileika sér þá er hann rosalega góður og eins og við skoðum inn á Völdfeng þá er hann sko númer 11 í heiminn í hæfileika. Það er nú ekkert slór. Nei, það er alls ekkert slór sko og hestan er náttúrulega alltaf að batna þannig að það er rosalega gaman og alveg útrúlegt að eiga svona. Er hann ekki eftirsóttur til undaneldis? Jú, hann er það sko. Hann svona, fólk sérstaklega leitir í geðslagið og hæfileikana. Og eins og mann hefur svona pínlítið tilfinning fyrir að það er svolítið valið
hrissuna sem eru að koma, það ekki tilviljun en við veitum ekki alveg hvernig þetta fer því að það svona fallega, greinlega hæfileika ríkar hrissur en margar verðist vera kannski svolítið erfiður í geðslægð, heyrir maður að hrisseigjendur vilja hann á laga það og þannig ég veit ekki hvort það kemur einhverju hópu svona svolítið erfið hrossundan og í framtíðin mammana hefur náttúrulega áhrif líka en svona það sem við sjálf búin að rækta undan honum voðalega skemmtilegt sko, mjög skemmtilegt þau eru næm, þau hafa skoðanir en ofsalega auðvelt það þarf ekkert að vera að gera mikið fyrir þau sko, þau gera þetta sjálf En hann nú svo sem ekki einn þið eigið marga fleiri er það sem að ykkar líf snýst það í raun og veru hrossin og lít eftir hæfileikunum þeirra Já, það vera svona heppin og fá sítja á þetta og þau leyfir okkur það þetta ekkit sjálfsagt, þessu hross ekki gerð til þess að bera fólk þetta bara dýr sem á að borða gras þannig að við fáum leyfi til þess og þau leyfir okkur þetta og við fáum að vera með og vera vinir þetta svakalegt að fá að ríða svona það lífið, alveg Já, og bara útsýnið hérna af Íbusóli þvílíkt og annað eins ég dauðöfund ykkur að vera hérna en nafnið á bænum, segðu mér aðeins þetta mjög sérstakt nafn, Íbusól ég veit ekki hvað það þýðir Nei, þetta komið úr gömlum málveldum þegar 1700 eitthvað þá hét þetta Íbeitshóll eða Íbeit sko, Beitarhóll og svo bara svona í tímans rás hefur þetta breyst í Íbis sem bara mjög skemmtilegt Ætlar að leyfa okkur að sjá hvernig þú ferð á hann svona bara berbakt og taka nokkra gangtegundir fyrir okkur Já, gerðu þess vel Takk fyrir þetta og takk kærlega það hefur eitthvað til málan að leggja Þú verður feimin við þetta alls